Hjammi.net heilsar á þessum laugardagi og með mér í dag eru Bolli og markahæsti leikmaður Íslands 2024, Kristófer Davíð Sigurðsson. Já, takk fyrir það. Það bara þannig. Förum bara beint að efninu, það ellriðillinn Bolli. Króatía Ghana, þú verður svolítið okkar maður á þeim leik, hvað sér fyrir þér þarna? Herðu, þetta áhugaverður leikur sko. Við sáum alltaf Ghana móti englendingunum. Já. Þeir eru heldur betur sýndu við en ekki gefin. Þú veist, Króatarnir eru alltaf talsveit líklegir til að vinna þennan leik, en þú veist, ég veit ekki, Ghana geti nú alveg strýttir. Heldur þú koma inn í þetta bara með lágblokkina og takið það alla leiða? Já, ég meina það henda bara Ghanverjum bara vel að vera fá stíið. Já, það er bara mjög vel sko. En Króatarnir eru líka svona, þú veist, ég er alveg hissa hvað stuðullin er lár á Króata versus Ghana, því að þú veist, það er ekki svo Króatarnir séu með frábært lið núna, það eru náttúrulega alltaf góðir en hafa verið, þú veist, aðeins að gefa eftir undanfarið og litu ekkert frábæra út á móti Englandi, þannig þú veist, mér finnst alveg spennandi að Kristófer, er þetta öndesleikur? Ég held að það vera ekki mikið af mörkum í þessum leik, sko. Hvað er línan á mörkin? Já, er þetta ekki bara öndesleikur? Önders 2-5. Önders 2-5? Já, það er Hendum í 1-6-8. Hendum í það. Já, ég er til í það. Síðan erum Svo hljóma vel. Já, síðan erum við með England, Panama. Bolli, Kristófer er í hérna Englandsdreifu, veistu hver er aftan á hjá honum? Nei. Það er bræðið. Já, gamla geitin. Já. Þú veit það flott. Er það ekki bara, sko, er það ekki bara England mæta harðir og Reiðir eftir síðasta leiku. Pakka þessu Við erum saman. að sjá líka þessi liði sem hafa verið að mistiga sig í riðlakeppnum, bara missa hann jafntefli á móti lagari lið, mæta reiði í næsta leik. Já. Spánverjarnir. Hvað er mínus 1,5 á England? Það er 100% að það dettur. Er það ekki bara nokkuð gefið? Já, tökum það. Mínus Tökum það alltaf. 1,5 á England. En þeir vilja líka klára síðasta leikin í riðlunum almennilega að fara fljúgandi inn í þessi 32 liðúrslit, þetta verður Já, ég meina þeir vilja bara taka fyrsta seti. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Panama ekki búið að keppa upp á neitt, þannig að... Nei, og þeir eru bara ánægður að vera þarna. Já, þeir eru hímilið mynd að vera. Já. Það var að káriðillinn, Kristófer, Kólumbía, Portugal. Verður þetta ennin Ronaldo sýningin? Þetta verður bara Ronaldo veisla. Erum við komið, þú drefur hann eitthvað inn út og veist að þetta er Ronaldo maður? Nei, ég svo sem er bara, er að það núna. Ég er ekkert einhver svaka fæðin, ég er mikill ádáðandi, en ég er alveg Messi maður. Ok, heldur þú að einn af þessu veiku, þeir eru nokkrir? Já, ég veit ekki fyrir það. En ég held að þetta verður nú ekki, ég held að þetta verður einhver Ronaldo veisla. Kólumbía er gott lið, sko. Já, Kólumbía eru. Ég held að þetta verður bara hörkuleikur, sko. Þið vitið það, sko, þessi mörk sem og bara glæsilegt og sjötta móti og alltaf og doktorinn búin að fara yfir það gaumgæfilega, en þá var þetta Úsbekistan, þannig ég held að við ættum ekki að fara kannski En Ronaldo skori? Það er samtalið. Hvað fáið stuðul á það? Epic Sub 2 Fá víti En er að fara að spila allar 90 mínútur í þessum leik? Það er bara, við erum ekki bara að sjá það að hann er ekki tekinn út af. Nei, hann ræði því örgulega. Nei, en ég meina, þeir verður líka bara að vinna þennan leik, Portugal. Þeir verða að vinna. Taka fyrst sæti. Já. Og þú veist, viltu fara, þú veist, er þetta ekki aðeins svo mikið lojaldi betið? Jú, nei, ég held að hann skori. Þú ert þáttasjórnandi, þannig að þú veist, en hvað er, en við sjáum aftur bara stöðluna á leikin. Erum við bara pick winners og taka bara Portugal vinna þennan leik? Ég bara Portugal vinnur þennan leik. Já. Ég er sammála og þetta er geðveikur stuðull. Tökum við að taka lærum aðeins að kela og tökum jafntefli ekki með. Hérna er nú gott að hafa kelan stundum hérna. Það er mjög gott. Við erum að vera skynsami líka. Það er drónubett á þennan leik. Já, þetta er þannig stuðull líka. Við fáum alltaf gott value á þetta. Já, 1-4, það er bara gott í seðlunum. Það tapis aldrei. Nei. Svo, Bolli, þetta er svolítið leikurinn sem þú verður okkar maður á Úsbekistan Kongo. Hvað séru fyrir þér þetta? Ég er allavega búin að eiga mikið samtal við mína góðu konu Berglindi og við erum búin að aðeins að greina þetta. Hún er náttúrulega mjög hrifin af Kongo þegar þeir mæta til leiks á mótið, bara hvernig þeir lit út og það allt, sko. Þannig að þetta er svolítið hennar menn. En svona burtsi frá allir bullunum, þá held ég bara Kongo vinnur þennan leik. Og Úsbekistan er bara mjög leiðilegt lið og eins og sannaðist á móti Ronaldo og félögum, þannig að Kongo vinnur þetta, ég myndi segja bara 2-0. Ég ætla satt einhvern veginn að ég er eiginlega smeykur við þennan leik. Já,
Við látum að vera á seðlunum. Já, ég til ég að láta vera. Það alveg mjög gott sjátt, sko. En Kristó, hvernig heldur hann fari? Bara svona. Þetta verður 1-1, 2-1. Það verður ekki mikið að mörkum allavega. Nei. Þeir eru búin að skora lítið og ekki búin að fá mörg á sig, sko. Hvernig markalínan? Hvað erum við Öndes 3-5? Hvað stillað það? Það alveg... Já, tökum það bara. Já, ég alveg til í það. Þetta alveg valjú. Ég alveg samfærður það. En Úsbekistan sko með -7 markatölu, þannig að þú veist, þeir munu alltaf fá eitthvað á sig, sko. Já. Alltaf heldur mörgum út í Portugal. Já. Síðan það jóðriðillinn og það áhugaverður leikur í skal ég segja ykkur, það Austurríki, Algería. Já. Og hann áhugaverður það leitin til að sko í riðlinum viltu í rauninni lendi í 3. Já. Ok. Þannig að þú annarkvort sko hvernig að þú verið þjálfarinn nafli og voru til lappinu klefa fyrirleik, hvað myndur þú segja við strákana? Bara herðu, farið bara út og njóti eitthvað, bara ekki vera að reyna mikið á okkur. Já, en sko gallin náttúrulega út af þess núna innbyrðisvíring. Þannig að í rauninni svo sem sigurinn í þessu leik náttúrulega svo sem að mæta Spáni eða svo sem eða frekar en sko Sviss ef þú tapar leiknum þá mætur Sviss en annars það Spán. Já, og það þú veist, við vitum það að þessi lið ekki að fara að vinna Spán. Hvað Kristóður, eru það bara tölið að fara að horfa á boltanum miðinu? Já, það verður ekki mikið að frétta þessum leik, sko. Nei. Það myndi ég ekki alltaf, sko. Þetta leikur sem við snertum ekki at gunpoint. En þú veist, þetta þá Önders eða þú veist, það ætla menn eitthvað að sækja? Ég átta mikið á hvað ég hlakka til að fylgjast með þessu leik. Ég sá svona leik á Þróttaröldi, þetta var Þróttur afturölding og jafnteflið þá voru bara bæði lið örugg uppi, sko. Já. Og það var Daði Bergs og hann hélt boltanum, bara stóð á boltanum í góða 10 mínútur út með hotfóna og það gerðist ekkert. Svakalegt. Já, þessi innbyrðisvíring, hún aðeins að við viljum hafa frekar markatöluna í FIFA-keppnum. Já, sleppum þessu. En síðan það Jordania, Argentína, Kristoffer. Messi að fara... Messi sjóði. Messi skora. Hann að fara að spila þann leika? Ég er ekki veikur Messi maður, þú ert Ronaldo maður. Takk ekki 60 mínútur. Hann skorar í þessu leik, fjandinn hafa. Hvað að skora að leggja upp? Já. Annarkvort. Já. Það lítur bara lágstur stuð. Messi 5-2, en ég myndi ekki... En ég meina, kemur ekki bara alveg inn fyrir hann? Jú. Hann skorar ekki. Ég held að sé svolítið mikið að hugsa líka að bara slá eitthvað met og dót, sko. Já. Hann stjórnar þessu ögla. Tökum að sjá hans, förum upp. En bara, já, Messi skori, það lágstuðl fyrir mig, finnst mér. 22. Já, með að við sko, já. Síðan hún bara kipt út af í hálfleik. Já, það verður rosalegt. Já, og kemur inn Epic Sub, skilur við enn. Mörk hjá Argentínu. Já, sko mörkin hjá Argentínu. Já. Argentínu mörk. Gæti bara verið... Gæti verið valjú þar. 2-5, Argentínu mörk. Já, þetta stuðl maður. Já. Skora 3 mörk á móti Jordaníu. Já. Það alls líklegt. Erum við að fara kannski bara í 1,5? Já, 1,5. Já, ef ekki að vera að setja hvað fer seðillin upp í ef við gerum þetta svona. Ít á 2,5. 6-3-1. Já, við verðum svolítið átt. Já, tökum þetta. Já, tökum þetta. Tæpur 10 í stöðu án að seðil. Það bara nákvæmlega þannig hjá mig.net kveður að þessu sinni.